Í dag ætla ég að tala við ykkur Drottinn sýndi mér auglið þitt og þetta svolítið djarft að segja þetta í raun og veru því að Guð segir í orði sínu það getur enginn litið auglið Drottins og haldið lífi. Og þannig að þið sjáu að því fer nánar inn í þetta þá hvað sem ég í raun og veru að meina og hvað við getum meðtekið í þessu. En það sem að áður en ég fer hans inn í orðið þá ætla ég bara aðeins að vera spámanlegur og segja ykkur frá því að það er nýtt tímabil í Guðsríkinu. Algjörlega nýtt, það eru umskipti og það er búið að vera hundleiðilegu tími í Guðsríkinu í raun og veru svolítinn tíma, svolítinn mikill þurrkur og erfitt að predika yfir fólki, það verður ekki tekið á móti orðinu. En nú er breyttur tími. Hjörtun eru opnast fyrir orði Guðs. Og Guð er að hrista upp í hlutunum. Fyrst hristir hann upp í okkur og svo kemur eldurinn. Amen. Og það var svona í byrjun COVID sem að Guð gaf mér sýn og hann byrjaði að tala til mín og sagði meðbyr, meðbyr, meðbyr. Og svo sá ég engla koma niður og hann sagði ég er að senda niður engla hersveiti til að hjálpa ykkur. Svo sá ég engla koma inn á samkomuna sem ég var og einn af þeim breiddi út vængina, þetta stóra vængkaf og hann setti á fólk sem var í lofgjörun á pallinum, setti á baki á þeim, synkurinn vænginn og ýtti svona með vængnum, svona sikkurum vængnum á eins og hann var að ýta þeim áfram. Og það er akkurat það sem að Guð er að gera, hann er að senda okkur engla her til þess að hjálpa okkur. Og Hebreabréfið segir okkur skilja að það að englar eru þjónustubundnir andar sem eiga að hjálpa hinum trúuðu. Við sem höfum tekið á móti Jesú Kristi, þeir eiga að fylgja okkur og hjálpa okkur. Þannig að það er vitjunartími Guðs og það er umskipti. Og dagur Drottins er að nálgast. Og dagur Drottins kemur yfir okkur bara þegar Drottinn vill, ekki þegar við erum að, þetta er svona komið tími á þetta, nei, bara þegar Drottinn segir. Og dagur Drottins er alltaf að koma, það eru svona guðlegi tímar sem eru svona umskipti. En síðan kemur þessi stóri mikli dagur Drottins þegar hann kemur tilbaka. Og þá verður hann annarkvort dýrlegur fyrir okkur og mikill og æðislegur eða hann verður dómur. Núna þurfum við að láta dóminn ganga yfir hold okkar og við þurfum að leyfa honum að koma sem herra okkar og húsbóndi og dæma okkur og hreinsa okkur og koma með stjórnunarkrafsinn yfir okkur. En ef við erum á réttu stað, þá verður þessi dagur Drottins gleði og fögnuður. Amen. Og það verður mikill sigur. Því að Drottinn er að koma tilbaka að sækja brúði sína og það verður áður en að kemur tilbaka, það verður endurreist á öllu sem frumkirkjan hafði. Og miklu meira. Og síðasta vakningin verður á heimsvísu og hún verður stærsta vakning allra tíma. Stærsta vakning. Vegna þess að hjarta Guðs er að allir menn komist til þekkingar á sannleikunum. Og hann ætlar sem sagt að draga inn stærstu uppskeruna. Og Biblían talar þessa tíma sem krafta hinna komundu aldar. Og samlega þessari vakningu að þá verður siðbót, þá verður iðrun, það verður sem sagt, það verður algjör umskipti. Og það verður ekkit svona málamiðlun að kjaftaði. Og það verður þannig að við verum tilbúin til þess að krossfesta holdið og deyja sjálfum okkur til þess að eignast þetta nýja vín. Og það er eini möguleikin til þess að vera nýr vínbelgur er að snúa við iðrun, afturhvarf, krossfesta holdið, deyja sjálfum sér. Svo ég tali bara mjög skýrt. Amen. Og þá getum við meðtekið þetta nýja vín. Og Guð er að fara að opinbera sig á nýjan hátt og hann er stöðugt að opinbera sig því hann hefur óteljandi andlit, óteljandi. Og það er þannig að það er aldrei hægt að eiginlega verða upp í skroppa. Halleluja. En nú er ég búin að missa tíman, sko. Ég verða, svo ég missi þetta ekki alveg, sko. Ok. Halleluja. Þannig að þegar við förum að sjá hann sem brúðguma, ekki bara sem frelsara, það er byrjunin. Þegar við förum að sjá hann sem brúðguma, þá kemur meiri ástríða. Og það kemur meiri kraftur á göngunni. Og þá erum við tilbúin í meiri fórnir. Halleluja.
Og ég ætla að byrja hérna á Jóhannes 16, fyrsta vers. Þetta hef ég talað til ykkar, eða til yðar, svo þið fallið ekki frá. Það vill enginn falla frá. Og hvað þýðir það? Að missa af. Þegar drottinn bara lúðurinn kemur og bara tíminn úti, drottinn að koma tilbaka, þá viljum við ekki bara, ég misti af, ég á röngum stað. Ég í röngu liði. Nei, við viljum vera í Guðsbarnahjörðinni og þá það þannig að hann segir þetta við þá að þetta hef ég talað til yðar svo þið fallið ekki frá. Og Jóhannes að Guðspjall, sem nú bara eitt uppáhaldi mitt, sko. Ef ég fara á Eyðey og fengi bara eina bók, þá tek ég hana með. Í alvöru talað. Og 1/3 af Jóhannes að Guðspjalli, eða 7 kaflar, eru bara sólarhringurinn, örlöga ríki. Síðasta kvöldmáltíðin, Getsemane, handtakan, réttarhöldin og síðan krossfestingin, dauðinn og inn í gröf. Og þegar hann áður en hann handtekinn, þá talar hann til þeirra. Og hann að tala til þeirra í þessum köflum hann á undan. Og það bara kjarnýrt og þá hann segir þarna í 16. kafla í fyrsta versi, þetta hef ég talað til þér svo þið fallið ekki frá. Hvað hann að segja við þá? Og ef við bara rétt stiklum á stóru, hann segir hérna í Jóhannes 14, 8. vers, þá segir Fílipus við hann, drottinn sýn þú oss okkur föðurinn. Það nægir okkur. Jesús svaraði, ég hef verið með ykkur allan þennan tíma og þið þekkið mig ekki, Fílipus. Þú þekkir mig ekki, Fílipus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Ég mun biðja föðurinn í versi 16 og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu, anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á móti honum því að hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann því að hann hjá yður og verkar í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðlaus. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér muni sjá mig því að ég lifi og þér muni lifa. Og svo heldur hann áfram í versi 22. Júdas, ekki Ískarjót, heldur litli Taddeus. Hann sagði við hann, drottinn, hverju sæti það að þú vilt birtast okkur en eigi heiminum? Jesús svaraði, sá sem elskar mig, varðviti mitt orð. Og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gera okkur bústóð hjá honum. Það ekki nóg að heyra, við verðum að elska orðið og gera orðið. Við verðum að fara að gera orðið. Við verðum að taka þetta alvarlega. Við verðum að hætta að vera í leikskólanum og vera án ábyrgðar. Þú verður að taka ábyrgð á þínu lífi. Þú verður að taka ábyrgð og ekki kenna neinum öðrum það. Þegar þú kemur fram fyrir dómstól Guðs, þá ekki að segja það var út á honum eða henni. Þessi gerði með þetta. Það þýðir ekkert svona. Og þú veist það sjálf eða sjálfur. Verum svolítið raunveruleg. Verum svolítið alvöru. Verum Guðsfólk sem að bara virkilega tökum á þessu. Og virkilega bara lítum í okkar barm. Ég ætla að taka ábyrgð. Ég ætla að velja í dag. Amen. Þetta svolítið hart. Þetta bara sannleikurinn. Og svo segir hann í 15. versi 26-27. Þegar hjálparinn kemur, sem ég sendi þið frá föðurnum, sannleiksandinn útgengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Þið skulið einni vitni bera, því að þér hafi verið með mér frá upphafi. Og svo segir hann þetta, vers sem ég byrjaði á, þetta hef ég talað til yðar svo þið fallið ekki frá. Þannig að við þurfum að eiga vitnisburð Krists. Við þurfum að eiga vitnisburð Jesú. Ég ætla aðeins að tala það. Við þurfum að sjá Krist. Það ekki nóg bara að hafa heyrt hann. Það ekki nóg bara að hafa einhverja þekkingu svona, þú veist, ég veit svona heilmikið. Nei, við þurfum virkilega að sjá hann. Og þá ég að tala með and okkar. Við þurfum að lifna við í and okkar og við þurfum að komast í andan til þess að sjá hlutina. Amen. Við þurfum að sjá hann í Guðsríkið, við þurfum að sjá hann, við þurfum að eiga opinberun honum til þess að við höldum okkur stöðu alla leið. Ég að tala þetta okkar lífsspursmál.
að við séum tilbúin til endaloka. Það skiptir það máli, við verðum að fá að sjá hann í dag. Og ég bara spyr, hvar erum við stödd í dag? Hvar erum við? Erum við að lifa á einhverju gömlu og erum í einhverjum frösum og einhverju stöðnun eða erum við að sækja fram? Erum við raunveruleg eða erum við feik? Skiljiði, hristum þetta af okkur því að Guði náður honum miskunnsamur og það nóg að lausnum í ríki Guðs til þess að koma inn að hásæti Guðs. Amen. Og við erum bara á leiðinni þangað. Amen. Og þið skulið einni vitni bera. Og þetta orð vitni er að við eigum sönnun. Við erum viss. Og það þýðir í raun og veru að hafa aflað með heiðarleika góða skýrslu eitthvað. Og við erum vitnisburður. Og þannig að gegnum heilagan anda fyrir hjálparan sem hann talaði í köflunum að undan, að þá fáum við þennan kraft og við fáum sýn á hvað það sem skiptir máli. Við eigum vitnisburð. Við erum vitni fyrir Jesú Krist. Hann lifir, hann reisur frá dauðum, hann dó fyrir mig á krossinum og ég er viss. Halleluja. Og það getur enginn kjafta mig út úr þessu. Amen. Halleluja. Og hvað er hann að raun og veru að segja fyrir utan þetta, hann ætla að senda okkur hjálparan sem minnir okkur á Jesú Krist. Hann er að tala þú verður að vera grein. Þú verður að vera grein. Þú verður að vera grein. Hann er stofnin og rótin er heilög, en þú verður að vera grein. Og þá er ég að tala hættu þessu sjálfstæðisbaráttu. Þú verður að deyja sjálf með þér til þess að vera grein. Náu þessu. Þú verður að vera hluti af Jesú Kristi. Þú verður að vera í honum. Og hætta þessari sjálfstæðisbaráttu. Ég er með mína skoðanir. Skilurðu? Hentum út úr gluggann. Það komið tími til að þú látir höfðingjadóm og kraft Guðs koma yfir lífið þitt og bara hann sem hefur gert allt og veit allt og hefur allt kemur frá honum eins og vorum að syngja hér áðan. Að þú bara takir það bara, já það er svona. Ég veit ekki neitt. Vá maður, þetta er svo magnað. Og við sjáum að þeir postularnir, þeir voru vitni og við eigum að vera vitni líka. Það voru ekki bara postular sem sáu Krist. Það voru yfir 500 lærisveinar sem sá hann. Við sjáum það í 1. Korintharbréf 15. kafla. Í upprisunarkaflanum. Það voru yfir 500 sem sá hann og þeir voru svo róttækir eftir að hafa séð Krist upprisinn. Þegar þeir voru búin að sjá hann upprisinn, þá voru þeir tilbúin til þess að vera píslavættar, deyja fyrir trúna. Og það er engin tilbúin, þó að sagan sé góð, tilbúin til þess að deyja fyrir ykkur að lygasögu. Skiljiði mig. Þannig að og þetta er það sem hefur verið öll þessi 2000 ár, það voru þessi fyrstu vitnisburður, þessi fyrstu vitni sem að gengu fram og voru sterk í sinni trú vegna þess að þau séðan, halleluja, sem að hleyptu á stokkunum þessu öfluga boðskap sem við erum að lifa í dag. Amen. Halleluja. Dísi Guði. Og til þess að eiga þennan sterka sannfæringarkraft, allt til enda, þá þurfum við að sjá hann. Við verðum að fá að sjá hann. Og það getur verið svo mörgum myndum sem hann birtist okkur. Og oft á tíðum að þá hefur þetta verið þannig að hann er alltaf opinber eitthvað nýtt fyrir okkur. Og gefa okkur alltaf eitthvað nýtt. Amen. Halleluja. En við verðum að fá að sjá hann. Ávinningurinn í því, eins og ég hef talað hérna áður, að fá að sjá Drottinn, að við skiljum Guðsríki betur. Og við fáum nýtt eðli þegar við sjáum hann. Þegar við komum fram fyrir augliti Guðs, það er þá sem við breytumst. Það er þá sem við breytumst. Amen. Og það er ekki þegar við segjum, já, ég ætla að reyna að vera góður eða góð. Nei, það er þegar við komum fram fyrir augliti Guðs. Það er þá sem við breytumst. Halleluja. Og þannig að ég ætla aðeins að tala meira hvað opnar augu okkar til að sjá Jesú. Halleluja. Við sjáum að
við fórum aðeins í iðrunina að snúa sér við í Jóel. Ég ætla að fara hérna í Hósea 7. kafla, 1. vers. Komið, hverfum aftur til drottins, því hann reif sundur en mun lækna oss. Hann særði en mun gera að sárunum. Hann lífgar oss eftir 2 daga. Á 3. degi reisir hann svo upp, til þess að við lifum fyrir augliti hans. Við skulum leita þekkingar og sækjast eftir að þekkja drottinn. Hann kemur jafn áreiðanlega og morgunroði, eins og vorskúr sem vökvar jarðveginn. Amen. Og þarna sama orðið eins og í Jóel, að hverfa aftur eða snúa aftur til upphafspunkts. Að snúa til fyrsta kærleika. Það alltaf sama lausnin. Að snúa aftur í gegnum blóðið, og þetta þýðir í raun og veru líka umskera eða að deyja holdinu. Það þýðir að gráta og iðrast. Og þýðir miklu meira. Þetta er það sem að þýðir meðal annars. Og við þurfum að biðja Guð að tárin okkar þotni ekki. Þau halda áfram, þessi guðlegu tár sem Guð safnar í flösku, að þau með halda áfram að flæða til þess að gefa okkur skýra sýn. Og hann segir við skulum leita þekkingar og sækjast eftir að þekkja drottinn. Og þetta orð að þekkja að þýðir raun og veru að ganga úr skugga með því að sjá. Ekki bara heyra og lesa eða eitthvað svo leiðis, heldur ég verið að sjá þetta. Og yfir 80% af skilningavitunum okkar eru augun. Og það augun í and okkar, halleluja, trúin, hún þarf að fá að sjá Krist. Amen. Það skiptir miklu máli að skilningavit okkar séu hrein. Og þetta þýðir meira en þetta þýðir spámaður. Ok, þetta þýðir það að vera spámaður. Við þurfum að komast í spámanlega landa til þess að sjá hann oft. Amen. Hvað segir Páll postuli í sambandi við gjafir andans? Hvað segir hann? Þessar 9 gjafir andans. Og hann, þú veist, hann telur það upp í Korinthubréfinu. En hann segir, sækist fyrst og fremst eftir spátumsgjöfinni. Og ég veit ekki hvar þú stendur nákvæmlega í dag gagnvart þessari spátumsgjöf. En þú verður að komast í spámanlega landa. Og þú verður að sækjast eftir þessu. Og ef að Guð segir þér að sækjast eftir þessu, þá það opið fyrir þig. Þá ekki haldið tilbaka frá þér. Amen. Dísi Guði. Mósi bað að fá að sjá auglít Guðs. Og það gerði hann þegar hann fór upp á fjallið. Og hann var 40 dag og 40 nætur upp á fjallinu. Og hann bað að fá að sjá dýr Guðs og fá að sjá auglít hans. Og í kafla 33, annarri Mósebók, versi 20, og enn sagði hann, drottinn að tala við Móse, þú getur eigi séð auglít mitt, því að engin maður fær séð mig og haldi lífi. Og þá það sem að Móse settur í klettaskoruna, og drottinn heldur hendinni þegar hann gengur framhjá, og hann sér á baki á honum. Og hann sá ekki auglít hans þá, en hann kemur niður af fjallinu og hann var breyttur maður. Og hann var svo mikið dýr sem að skeina á honum að þeir gátu ekki hort í auglít á honum. Og ég man einu sinni þegar ég var í Afríku og ég var að predika og áður en ég predikaði þá sá ég 12 englar raða sér upp á veggina í kirkjunni sem ég átti að fara að predika sem var bara hálfi veggi, sko, ekki loft, ekki þak. Og þeir voru 3 metrar, skínandi klæðum, en auglitið var svo skínandi, ég sá ekki andlitsdrættina. Og það myndi mig svolítið á þetta, að auglitið sem að Móse, halleluja, og þessir englar hafa trúlega komið úr nærveru Guðs. Þannig að þessina litu þessum út. Halleluja. Hann segir hérna í Hósea 6, sem við vorum að lesa, hann kemur jafn áreiðanlega á morgunroði eins og vorskúr sem vökvar jarðveginn. Og þannig að drottinn, hann ætlar að gefa okkur skúr.
Hann ætlar að gefa okkur hellidembu. Hann ætlar að gefa okkur vitjun. Og í Jóel 2:23 þá segir hann, gleðjist Síonbúar, fagniði drottni Guði þar. Af réttlæti sínu hefur hann sendt yður vorregnið og eins og fyrrum mun hann gefa yður vorregn og haustregn. Amen. Og Guð alltaf með lausn. Og hann hefur alltaf gefið úthellingu andans á settum tíma. Amen. Alveg eins og í frumkirkjunni þegar hann kom með fyrra regnið, þá mun hann kom með síðara regnið, áður en hann kemur tilbaka. Og í Ísrael þá eru 2 tegundir raun og veru sem eru svona skilgreininga á rigningu í Ísrael. Það þetta fyrra tímabil sem byrjar á haustin, sem til þess að mýkja jarðveginn og hjálpa til við spírun á fræinu. En á vorin, eða sem sagt í svona apríl, cirka í apríl, þá kemur síðarregnið. Og það til þess að fullþroska ávextina fyrir uppskjöruna. Og Drottinn ætlar að eiga fullþroskaða uppskjöru. Amen. Hann ætlar að gefa okkur regn. Og þegar við sjáum að regnið kemur, þessi úthelling, þá sjáum við að hvað merki. Við sjáum að merkin það áhersla á að sáli frelsist. Það andi iðrunar og heilaleiki og það grátið yfir syndinni og það andi bænar og að biðja í andanum. Að biðja í andanum. Amen. Og síðast en ekki síst, þrá eftir Jesú. Bara þessi djúpa þrá eftir Jesú, við þráum að sjá hann. Og þegar vitjun eins og ég var að tala nú eru umskipt í andanum. Og það opinn himinn. Og það nýtt að gerast. Og við finnum að hjörtun opinn, það auðveldara, andinn að starfa. Hvað eigum að gera? Eigum að bara sitja og bíða? Nei, við verðum að grípa vitjunina. Það að segja, við verðum að fara á stað. Við verðum að sækja fram, við verðum að velja. Við verðum að þrengja okkur að hásæti Guðs. Við verðum að þrengja okkur inn í hásæti salinn. Það sem við fáum að sjá augliti hans. Það sem að hlutinni gerast. Náu þessu. Það þýðir ekki bara að segja, já, ég ætla bara að bíða og sjá, skilurðu? Nei, þú þarft að velja. Þú þarft að fara á stað. Halleluja. Dísi Guði. Sakaría 10:1. Þá segir hann svo klárlega, biðji Drottinn regn þegar regntíð seinkar. Drottinn sem að eldingar sendir regn og skúrir, hann gefur mönnum brauð og gróður jarðar. Og frumtextinn náttúrulega að vísa til hið síðari regn. Og við þurfum að biðja Drottinn að koma með úthellinguna. Og við þurfum að biðja Drottinn að hann komi með vitjun sína. Við þurfum að biðja Drottinn að hann frelsi sálir. Við þurfum að biðja að hann verði opinberaður sem brúðgumi. Halleluja. Að það komi meiri ástríða, það komi meiri alvara í okkur. Halleluja. Dísi Guði. Við vorum búin að fara í annað atriði sem leysir fram að við fáum að sjá hann, það tárin. Þegar við erum í þessum iðrunartárum, þegar við erum í þessum þakklætistárum, við erum í bænatárunum frammi fyrir Guð og við þráum bara að sjá hann. Þegar við grátum frammi fyrir honum, að þá skýrir það sýn okkar andlegu sýn og svo framvegis. En annað atriði lofgjörðin. Lofgjörðin svo mikilvæg. Þegar þú veist ekkert hvað þetta gera, farðu bara að lofa Drottinn. Þegar þú ert í tómu tjóni, farðu bara að lofa Drottinn. Halleluja. Og þetta eitthvað sem við sjáum til dæmis í sálmónum alveg bara endalaust að þegar Davíð konungur að tala til dæmis í sálmi 100 að koma fram fyrir augliti Drottins bara með lofgjörð. Og eins í sálmi 95 þá talar hann að koma með lofsöng fram fyrir augliti hans. Og svo framvegis. Vegna þess að lofgjörðin, hún leysir okkur og hún líka gefur Guði starfsleyfi í lífum okkar. Halleluja. Það opnar augu okkar til að sjá hvað Guð að gera. Það opnar augu okkar til að sjá Drottinn. Halleluja. Dísi Guði. En við þurfum að koma í auðmýkt, iðrun,
algjöru auðrun frammi fyrir Guði. Halleluja. Og síðan það þetta sem ég nefndi aðeins á hann, það andi spádómsgáfunar. Við verðum að eiga hana til þess að sjá Drottinn betur. Og eins og ég var að tala að knýja á frammi fyrir Guði, að eignast gjafir andans og sérstaklega eignast spádómsgjöfina. Það segir hérna í Óperbókinni 19, 9. vers. Engillinn segir við mig, rita þú, sælir eru þeir sem boðnir í brúðkaupsveislu Lamsins. Sælir eru þeir sem boðið í brúðkaupsveislu Lamsins. Og hann segir við mig, þetta eru hins sönnu orð Guðs. Og ég féll fram fyrir fætur honum til þess að tilbiðja hann og hann segir við mig, varastu þetta? Ég samþjóð þinn og systkina þinna sem hafa vitnisburð Jesú. Tilbið þú Guð. Vitnisburð Jesú andi spádómsgáfunnar. Og þarna Jóhannes í þessari sýn og engillinn tala við hann og hann sem sagt fellur fram í tilbeiðslu og engillinn, nei, ekki mig, þú fellur ekki fram og tilbiðir mig. Og hann segir, sko, ég bara samþjóð þinn og systkina þinna sem hafa vitnisburð Jesú. Við eigum að hafa þennan vitnisburð sterkt í lífum okkar sem að trúum á Jesú Krist. Við eigum að hafa vitnisburð þann að við sjáum hann og við höfum ekki bara heyrt hann og við erum ekki bara í einhverjum frösum og einhverjum sem sem sagt trúræni. Heldur við erum í alvöru frammi fyrir honum. Halleluja. Og vitnisburð Jesú andi spádómsgáfunnar. Halleluja. Vegna þess að Amos 3 segir okkur svo klárlega að Drottinn gerir ekkert á þess að opinbera þjónum sínum, spámönnunum, hvað hann ætlar að gera. Halleluja. Og hafi ljónið öskrað, hver skyldi þá jótast? Hafi Drottinn talað, hver skyldi þá ekki spá? Amen. Og núna þessi tímar þannig, við verðum að fá að heyra hvað næst hjá Guði, hvað að koma, skiljiði. Þannig við verðum að vera í þessum anda, við verðum að vera í þessari ástríðu frammi fyrir Guði. Vegna þess að tákn síðustu tíma sem þetta kannski aðeins flokka niður, að það atburðir sem koma upp, þú veist, samkvæmt spádómi Biblíunnar, hvað að koma og svo framvegis. Og þetta eru stóru atburðir sem svo vegvísar á tímatali Guðs, en síðan það annað tákn sem svona tíðarandinn, skilurðu. Og tíðarandinn, hann hefur breyst alveg rosalega núna stuttum tíma. Og það sem það sumt að því sem í dag, fyrir svona 30 árum menn hefur bara sopið kveljur, ef þetta hefur verið í gangi. Og síðan það sem skiptir miklu máli, það þetta spámanlega orð sem við þurfum að fá. Að við séum í þessum spámanlegum anda, að við eigum þessa persónulega reynslu með heilugum anda sem vekur okkur, aðvarar okkur síðustu tíma og tala til okkar hvað á dagatali Guðs. Amen. Og Guð talar persónulega og hann talar til okkar sem kirkju og hann talar stundum meira til okkar sem þjóðar. Halleluja. Vá, Kurubu Chandra Mahaya. Þannig að við erum á nýjum stað og síðan það síðasta sem ég ætla aðeins að fara í, það bæn í andanum sem opnar himinin og við sjáum inn í Guðsríkið. Og það í Óperbókinni 4. kafla 1. vers. Eftir þetta sá ég og sjá opna dyr á himnum og raustin sem hljómaði, sem lúður gilli og ég hafði heyrt áður. Sagði við mig, stíg upp hingað og ég mun sýna þér hvað sem verða á eftir þetta. Jafnskjótt var ég hrifinn í anda og þar stóð hásæti á himni og einhver sat í því sem var ásýndum líkur jaspisteini og sardisteini og regnbogi var kringum hásætið sem smagarður að sjá. Þarna Jóhannes í 4. kaflanum í Óperbókinni og hann sér opna dyr á himni. Og röddin segir við hann, komdu hingað upp.
Og það þetta sem að Guð að tala til okkar í dag. Komdu upp. Komdu úr þessu holdlega, úr þessum heimsanda, komdu upp. Líttu upp. Halleluja. Og það það sem að Drottinn vill að við komum, við förum í andan og eins og hann segir, jafnskjótt var ég hrifinn í anda til þess að hann kæmist upp. Halleluja. Og við erum stundum svo takmörkuð og við erum stundum svo bara, við bara takmörkum Guð. Og við erum bara stundum bara alltaf bara veiki að biðja stóra hluti. Í staðinn fyrir að segja, ég ætla bara að fá að koma hásæti sal Guðs. Ég ætla að fara að koma inn í þriðja heiminn. Ég ætla bara að láta þetta dót hverfa og fara inn í heiminn. Og sjá þetta himneska og tala við Guð og fá umbreytingakraft inn í líf mitt. Amen. Það sem skiptir máli. Komdu upp hærra. Nú tími til þess að koma hærra. Amen. Og einnig að Drottinn með það besta síðast fyrir kirkju sína. Komdu hærra. Halleluja. Allt í Guðsríkinu hefur hann gefið okkur. Hann að undirbúa brúði sína og hann heldur ekkert aftur af fyrir brúði síni. Ekki neitt. Þetta bara opið, hún á þessa arfleið með honum. Amen. Hann segir við okkur í dag, komdu hærra. Halleluja. Dísi Guði, svo við stökkum aðeins aftur inn í spámanlegan anda. Þá kom það svona tími fyrir nokkru dögum að Drottinn væri að kalla ernina saman. Erninn að fara að koma saman, þeir hafa komið saman, en nú þeir að koma saman á miklu beittari hátt. Þeir að koma út reiðumörkinni, þeir að koma eins og með endurnýjar fljúfjaðrir til að fljúga hærra og sjá lengra. Og þetta eru spámennirnir sem ég að tala þó ég hafi séð þetta svona þess að sína ernirnum að koma saman. Þá þetta spámennirnir sem að koma saman. Þeir að rísa upp til að vísa okkur leiðina til að hjálpa okkur að klára verkið. Halleluja. Og það er þessi 2 embætti sem að Jesú Kristur hefur gefið í kirkju sinni. Það postularnir og spámennirnir sem vísa okkur leiðina. Halleluja. Og við þurfum að biðja Guð að senda okkur og reisa upp þessi embætti aldrei sem fyrr. Halleluja. Dísi lampinu Guðs. Nú tími til að stíga inn í andan. Nú tími til að fara inn í þetta spámanlega. Halleluja. Dísi Guði. Halleluja. Amen. Takk Jesus.